En innviðauppbyggingu þarf að skoða í stærra samhengi en að steypa hér og þar. Það væri sennilega til of mikils mælst ef ríkisstjórnin gerði grænan samfélagssáttmála tveggja stjórnarandstöðuflokka að sínum, en þar er stærsta tækifærið í stöðunni, að byggja áætlun innviðafjárfestingar á grænum forsendum. Hvernig gæti slík áætlun litið út? Tökum 4 dæmi. Aukin áhersla á almenningssamgöngur með því að flýta t.d. borgarlínunni, arðbær fjárfesting. Meiri fjárfesting í menntakerfinu, mjög arðbær fjárfesting líka. En þá þarf að gæta þess að stíga ekki á sama tíma skref aftur á bak eins og með því að hækka skráningargjöld í háskóla 40%, eins og birtist í fjölmiðlum í dag. Stórauknar rannsóknir á öllum sviðum. Hér nægir að nefna 14% árangurshlutfall umsókna í rannsóknarsjóð til að sýna hve brýn þörfin er. Og lok þess eilífðarverkefnis að tryggja raforkuöryggi og gagnatengingar til þess að allt flinka fólki sem við erum búin að mennta í góða menntakerfinu okkar og styrkja með rannsóknarsjóðunum okkar geti skotið rótum allt land til að skapa sér og nýta tækifæri sem þar búa.